Góða kvöldi áður og verið velkomnir hér í Saumina Sport TV með ykkur hér á leik nr. 2 í úrslitakeppni. Haukar og Fram eigast við og Framarar yfir 1-0 með mér í dag Árni Stefánsson. Árni, 1-0 fyrir Framara, þeir verða bara klárað í kvöld eða ekki? Já, þeir eru alveg möguleik á því, þetta verður hörkuleikur, það er klárt mál, þeir eru búin að sýna undanförnu að þeir eru með gríðarlega skemmtilegt lið og til dæmis síðustu 5 leikirnir eru í deildinni, fóru gegnum þá taplausa og unnu svo Haukana, þannig þeir eru konum með 6 leiki í röð án taps, þannig þeir eru til alls líklegir. Ég skoðaði nú aðeins inn statistikina hérna undanfarna ár, það Haukarnir hafa ekki tapað hérna í 5 leikjum í röð. Nei, það getur verið, en nú erum við komin í úrslitakeppni og það getur allt gerst. Það vísu veikir framliði verulega. Arnar Birkir skulle vera í leikbanni, hann er besti sóknarmaður deildarinnar búinn að vera í vetur og það veikir þá verulega, en í svona leik þá getur allt gerst. Vörnin ekki upp í Haukunum að þeirra sögn í síðasta leik. Heimir Óli kominn inn, er það eitthvað sem til að styrkja liðið mikið? Það hjálpar þeim mikið, það hjálpar þeim og annað, en núna bara þegar það er komið út í svona leiki að þá er þetta bara hvort liðið vill að meira og þess vegna getur liðið svo framkomið gríðarlega óvart. Þeir eru búin að vera pressulausir núna í þessu úrslitakeppni og verða það að búast allir við að Haukarnir taki þetta, þannig að Framararnir geta alveg strítt þeim og stólið þessu. Tölum að þessum hinleiki sem er í gangi núna í kvöld, saman tíma Gróttu FH getur unnu nauma sigur á Gróttu í síðasta leik. Þeir að fara að klára þetta í kvöld? Ég held að FH klára þetta, já. Það var rosa leikur í fyrirleikurinn og Grótta má segja að það verið klaufar að ná ekki að vinna það, en ég held að FH getur séu sterkari og komið til með að klára það bara núna í 2 leikjum. Við ætlum að fá hér þjálfara Framara, Guðmundur í viðtal. Guðmundur, við vorum að ræða þetta hérna, Haukarnir hafa held ég bara unnið hérna 5 leiki í röð síðan 2015, þannig að það er ærið verkefni fyrir Framara. Það er ekki komið tíma að tapja það í kvöld eða? Nei, við erum bara mætum ferskir til leiks og náðum að hvíla okkur aðeins í gær og stilla strengi. Hvernig stillir liðinu upp núna? Þið vantar gríðarlega mikið að leikmann í hópinu í kvöld. Já, hinni fá bara meira skotleyfi, það er bara Arnar Birkir það er að fylla upp í það skarð. Hann tekur 20 skot í leikana, það er einhvern að taka á skarðið bara í staðinn. Allir hinni þurfa að dreifa þessu svona bróðurlega myndi sín, það er ná honum. Já, vonandi. Þannig að, nei, auðvitað reynum við bara að stilla kerfunum aðeins öðruvísi upp. Við ætlum bara að reyna að stríða þeim og koma aðeins óvart í dag eins og við erum búin að gera undan fyrir leikjum. Þið vinnið hennar leik í hörkuleik í síðustu umferð og rauninni, það er svona smá framgríla á Haukana. Þið hafið haft tök á þeim undanfarna á það. Ég held að ekkert lið hafi tapað oftar oftar unnið Haukana í svona sessjóni af liðunum í Íslandi heldur en Fram. Þannig að er þetta tak sem þið ætlið ekkert að sleppa? Sjálfsög ætlum við ekkert að sleppa því, en þú ert að segja mér fréttir, þannig að ég er ekki búinn að vera að pæla í þessu. Fyrst og fremst hugsa maður bara gömlu klísjuna, 1 leik í einu, en þegar út í úrslitakeppni komið þá er þetta bara spurning um dagsform og trúna sem menn hafa á verkefnið. Það skiptir öllu máli. Varnarlega, megum við sjá einhverjar breytingar í framhaldinu? Aldrei að vita. Við komum örugglega með eitthvað skemmtilegt. Takk fyrir og gangið vel. Gunnar. Það var Gunnar Maggi í létt viðtal. Gunnar, leikur 2. Þetta er tapið hérna fyrsta leiknum í svaka spennu. Víti til að jafna leikinn. Eru menn búin að ná sig niður og jafna sig á sig? Já, þetta er bara svona úrslitakeppnin, það er stutt á milli í þessu og það er bara líka sýnt sig í vetur að eru sveiflur í þessu og stutt á milli. En við erum bara komin upp í vegg og við gerum okkur grein fyrir stöðunni og markmið hefur ekki breyst, við þurfum að vinna fram til þess að fara áfram og nú er bara dugað að drepast. Vörnin úr tölulegum Tjörfi talaði um það að varnarleikurinn hefði ekki náð upp góðum varnarleik í síðasta leik. Hvað er það sem þið getið bætt hér í kvöld til þess að laga það? Það er kannski síðasta leikur er svolítið bara svona, okkar leikir eftir áramót, það var rosalega sveiflukendir. Og sama með síðasta leik, fyrri hálfleikurinn var hræðilegur og seinni hálfleikurinn var nokkuð góður. Við bara byrjuðum að 5 mörkum undir og svo það bara til lokinn stöngin inn eða stöngin út og hvor myndi nýta færin. En það sem við þurfum núna að laga, við þurfum að fá meiri stöðuleika, miklu meiri stöðuleika í okkar varnarleik og líka bara okkar sóknarleik og annað. Þannig að það sem við þurfum í framhaldi núna, við verðum að fá stöður leik í 60 mínútur til að koma okkur næsta level. Og orðaði hérna áðan Framara, þetta er yfirleitt haft ágætis tak á Haukunum undanfarin ár. Þetta er svona
verðist vera hérna svona happ og glapp alltaf mjög erfitt að mæta fram í hvort það sé heima eða heiman. Já, ég meina bara að spila við það núna 4 sinnum í vetur og vinna 2 svar og tapa 2 svar og allt þetta hafa verið hörkuleikir og þeir eru bara, við byrjum bara líka virðingu fyrir þeir, bara með gott lið og ég meina engin tilviljun í hvað sæti þeir voru núna í deildinni og þeir eru bara verður anstæðingur en við vitum það, við þurfum bara að spila betur og við þurfum að koma okkur upp á næsta level og eins og ég sagði áðan, þá þurfum við að vera stöður í 60 mínútur, þá förum við á næsta level og þá fáum við sigur. Er það 6-0 vörðin sem getur að klára hann leik? Við erum líka að spila 5-1 vörn, þannig að það eru bara á varnarleikunum komst síðan 6-0 eða 5-1. Við þurfum að komast í það og tækla það og komast í kontakt við þá til að stoppa þá. Takk fyrir gangið vel. Árni, þjálfararnir voru brattir og vongóðir í að ná sér. Það náttúrulega, það þýðir ekkert annað. Hvað er það sem helsti höfuðverkur þjálfararna í svona úrslitakeppni í leik 2 sérstaklega tölum Gunna í Haukana? Hvað er hans helsti höfuðverkur svona? Kannski bara fyrst og fremst spennustig, að ná réttu spennustig og annað og að menn spili sinn venjulega leik. Haukarnir eiga að vera sterkari og það var kannski auðveldara fyrir Fram að koma í fyrsta leikinn. Öll pressan var á Haukunum og þeir myndu klára þann leik og svoleiðis en Framandi kom og stríddu þeim. Og núna ég held að ef að Haukarnir spila bara sinn venjulega leik að vantar Arnarbyrgi, þá eiga Haukarnir að vinna þetta. Já, það vantar Arnarbyrgir eins og Guðmundur sagði, hann er með skotleyfi, hann er yfir 20 skot í leik. Nú þurfa hinnir að dreifa sig, spurning hvort þeir nái, jafnvel þessum skotmaxinu sem hann er að ná. Það er alveg spurning, hann náttúrulega með fullt skotleyfi eins og Guðmi sagði og hann er búinn að nýta þessi skot bara hrikalega vel. Hann er búinn að vera rosalega góður í vetur og það er mjög erfitt að stoppa hann er óvenjulegur. Það tókst ekki í síðasta leik, þannig að ég held að verði auðveldara fyrir Haukana í dag að spila vörnina og svoleiðis, þannig að það verður erfitt fyrir hina Framarana að stíga nægilega vel upp til þess að vinna. Framararnir er að skipa gríðarlega öflugum markmanni. Það er kannski hlutur sem að Framararnir þurfa að þresta meira á í dag. Já, það verður gaman að sjá hvernig Viktor kemur út úr þessu. Hann er mjög ungur og það er gríðarlega pressa á svona ungu stráka að standa undir því. Hann náttúrulega gerði það í síðasta leik og hann er búinn að vera rosalega flottur í vetur og það er bara frábært að Íslendingar skulum eiga svona efnilegan strák eins og hann. Það er bara rosalega gaman að sjá hann. Haukunum konum með erlenda skyttu, mjög hávaxinn og öflugur. Hann er búinn að koma sterkur inn í vetur. Já, hann er búinn að gera það. Þetta er hörkuleikmaður og hann er að koma betur og betur inn í leik liðsins. Þetta mistu þeir mikið þegar Janus Daði fór frá þeim en þeir hafa verið að reyna að slípa það saman en Haukarnir eru ekki líkt í þess góður eins og þegar Janus var og þeir eru ennþá að reyna að fylla hans skarð. Já, það styttist í leikinn og við ætlum að taka okkur stuttlega rétt áður en leikur hefst og koma okkur fyrir en við biðjum ykkur að poppa og fá okkur kalt kók og sjáum eftir nokkra mínútur. Prófaðu nýtt Coca-Cola Zero Sykur með nýju endurbættu bragði. Bragðast meira eins og kók. Lifðu þinn í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum. Some people believe that football is a matter of life and death. But football fans know it's much more important than that. Once you're in, you're in. For the long haul, for life. It's not easy being a fan, but real fans wouldn't want it any other way.
years of pain and hopeless expectation. In exchange for what? Moments of pure joy. You have to be a fan to know how much it means. I saw someone. He wasn't human. He's a known terrorist, and he's killed again. I will find him. And I will kill him. You never talk about your past. I don't remember much. It was fragments. There was an attack. We saved you, and now you save others. Everything they told you was a lie. You had a family. Who are you? They did not save your life. They stole it. How many were there before me? You're supposed to have a clean brain. They created me. But they cannot control me. Ghost in the Shell komin í bíó. Reytir fasteignafélag stærsta þjónustufyrirtæki landsins á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis. Okkar starf fer að finna fyrirtækjum réttan stað og skapa þeim hentuga umgjörð utan starfsemi sína. Við sérhæfum okkur í þjónustu og rekstri atvinnuhúsnæðis með áherslu á verslunarhúsnæði, skrifstofuhúsnæði og hótelbyggingar á höfuðborgarsvæðinu. Herborgarinn sagði: Halló, ég lítið iPod. Hann var lítið iPod þessi hamborgari. Við verðum aldrei of gömul fyrir hamborgara. Fabrikan. Tengjum íslensk heimili og fyrirtæki. Svo hlutirnir gangi sinn vanagang. Míla. Lífæð samskipta. Jæja, vonandi góður, verið velkomnir að skjánum aftur. Freyr Brynjarsson heiti ég og Árni Stefánsson með mér hér í útsendingu hér á leik 2 í úrslitakeppni Fram Haukar. Árni, við ræddum hérna við þjálfarana aðeins hérna áðan og þeir voru svona bjartsýnir en þetta verður erfitt fyrir Framara. Við ljósið þess að þeirra besti maður, sóknarmaður, farin í bann. Það klárt mál að þetta verður erfitt fyrir þá. Arnar Birkir, eins og ég sagði áðan, að hann búinn að vera besti sóknarmaður deildarinnar í vetur á mínu mati og gríðarlega erfitt að stoppa hann. Hann svo fjölbreyttur, þannig að ég held að sóknarleikur Framararna verði innhafara í kvöld og Haukarnir komið til með að spila töluvert betri vörn heldur en þeir gerðu í síðasta leik. Já, þetta reynir svolítið á fleiri leikmenn. Þú vorst að tala hérna Þorsteinn Gauta, hann er búinn að vera öflugur sóknarlega. Já. Hann búinn að vera frábær í vetur, þetta mjög ungur og flottur strákur, hann með einhver 128 mörk í deildinni og komið sterkur hann inn. Andri í vinstra horninu búinn að skora fullt af mörkum, bæði úr hraðaflum, horninu, vítum og annað. Þannig að þeir eru með góða strákar, Siggi í skyttunni og annað. Þannig að Þorgeir búinn að vera mjög vaxandi í hægra horninu undanfarið. Þannig að þeir eru með leikmenn sem geta stigið upp en það bara spurning stíga það nægilega mikið upp til að dugi að fylla skarð Arnars Birkis. Já, Haukarnir fullskipaðir, Heimir Óli kemur inn í liðið og eins og sé, þeir voru ósáttir við varnarleikinn í síðasta leik og hann ætti kannski að reyna að ætti möguleika að geta bundið vörnina betur saman heldur en í síðasta leik. Já, hann ætti að geta að hjálpa til og hann og Jón Þorbjörn á miðunni, þeir eru náttúrulega bara tröll og þeir hefur erfitt að skjóta yfir þá, gegnum þá og svoleiðis, þannig að þeir hjálpa markmannunum mikið og þekkja hvorn og annan, þannig að það getur hjálpað Haukunum mikið að fá Heim Óla hann inn aftur. Já, svo ef við tölum sóknarlega aðeins þá er það kannski svona, maður mætti nú halda að Adam og Daniel ættu nú að fara að taka skarið svolítið, pluss náttúrulega eru konum með hörku skiptu þarna hægra megin. Já, þeir eru með 3 mjög öfluga menn hann fyrir utan. Adam hefur svona aðeins verið upp og niður í vetur og mér finnst það svolítið ráðast oft hjá honum í byrjun ef honum gengur vel í fyrstu 2-3 skotunum skorur þeim að þá kemur sjálfstraustið og hann hamrar inn mörkunum en ef það tekið fast á honum og hann fær ekki eins mikið frið og að klikka í fyrstu skotunum þá dregur hann svolítið út úr. Daniel er búinn að vera mjög flottur, alveg gríðarlega öflugur og skila flottum vetri og svo Ivkovic í skyttunni hinum með Norrfetti Stóri, hann
hann búinn að koma alltaf betur og betur inn í þetta lið. Tjörfi náttúrulega tiltölulega nýkominn aftur tilbaka vegna meiðsla og það náttúrulega reynir svolítið á hann að mynda að stjórna sóknarleiknum betur heldur en það kannski hefur að gera. Að sjálfsögðu, það náttúrulega skarðið hans Janus að það er stórt og þeir reyna að fylla það og Tjörfi núna að vera komin í form, hann náttúrulega búinn að vera í erfiðum meiðslum og vonandi hann sé bara búinn að ná sér að því og geti komið þarna sterkur inn og stýrt þess eins og við vitum að hann getur gert. Já, en það eru fleiri lið að spila þessi úrslitakeppni og úrslitin, hvernig hefur ferðaðans yfir úrslitin, hvernig finnst þér þetta, finnst þér að vera eðlilegt, hvernig þetta hefur gengið fyrir sig? Já, eðlilegt og ekki eðlilegt, já, maður segja það. Við erum að fá leik á liðsins í fyrsta sæti og 8. sæti og við fáum framlengingu og nauman sigur, þannig að þetta er það sem við viljum sjá og þegar komið út í úrslitakeppni að þá er þetta bara ný keppni og þetta er bara spurning hvað viljum við þetta mikið og Eyjamennirnir unnu góða sigur á Val, leikurinn í gær, afturhelding Selfoss, fyrri hálfleikurinn, Selfyssingarnir frábæri góða varnarleik, markvarslu og annað en í seinni hálfleik réðu þeir enga með þegar afturhelding fóru að spila með 7 menn í sókninni og þá galopnaði vörnina og varnarleikur hjá Selfossi var bara ekki nægilega öflugur og þeir réð ekki við þá þannig að heilt yfir má segja að þessi úrslit sókn alltaf vinnur fram Haukana þannig þetta er það sem við viljum sjá í úrslitakeppninni. Ef við förum aðeins í afturhelding Selfoss, hvað þarf Selfoss að gera til þess að stoppa til þess að sjá við þessu úrspili hjá Einari og afturhelding? Ég held að þurfa bara miklu meiri vinnslu í vörninni, það vantaði vinnslu og klókindi í vörninni, það er þurfa að, þetta er náttúrulega erfitt að eiga 6 á móti 7, en þeir eiga að geta með miklu meiri vinnslu og klókindum, og eiga þeir að geta unnið á móti 7 og síðan að skora bara yfir í tókmark, ef að það tekst að skora í tókmark 2 og 3 sinnum, að hætta þjálfarar að gera þetta, það er út á að gengur, en meðan að þeir sleppa með það, að þá halda þeir áfram, en ef þú nærða að loka vörnin, þó ekki sinnum í 10 mínútur eitthvað svoleiðis, og keyrir í bakja og skorar í tókmarkið, og verða þjálfarar að hætta þessu, það er lykillinn fyrir Selfoss að stoppa þetta. Og vantarlega verður allt stappað á Selfossi í næsta leik. Já, það verður brjálu stemming og eins og er í þessum leikjum. Það er mjög vel mætt á þessa leiki og fólk er að koma og fá helling fyrir peningin. Þannig að við hvetjum bara alla handboltaáhugamenn til að mæta á sem flesta leiki. Þetta er bara veisla. Já, það er annar leikur á sama tíma. Það er Grótta FH og það er alltaf kannski kom svolítið óvart hversu jafn sá leikur var og hversu lítið var skorað þarna í seinni hálfleik. Já, það gerði það og svoleiðis en þetta bara sýnir okkur hvernig handboltinn er. Þessi deild í vetur er búin að vera ótrúleg. Frömmurum var spáð næsta sæti og menn töluðum að þeir myndu jafnvel ekki fá stig. Þeir endaði hvað, 22 stigum eitthvað svoleiðis. Já, 23. Já, gríðarlega flottur árangur hjá þeim og svoleiðis. Grótta er búið að eiga fínan vetur og svoleiðis. Þannig að það getur allt gerst í þessu og þó ég reikni með að FH komið til með að klára þetta út af Nesi í kvöld að þá kemur ekkert verulega óvart og við fengjum aukaleik í kriganum. En er það þú veist bara IBVF Valur, við tölum það kannski að IBVF er með rosa sterkan hóp og svona fyrirfram þá í rauninni það er fáið sem ætti að geta stöðvað þetta lið en eru Valsmenn með mannskap til þess að vinna í kvöld? Það er svona á mörkunum held ég, það er gætu strítt þeim, IBVF eins og sagt áður, eru á mínum mati með besta mannskapinn í deildinni og það er svona öllu eðlilega og þá ættu þeir að klára Íslandsmeistaratitilinn en það er ekki gefið neitt og Valur er búinn að sína þeir eru konið undanúrslit í Evrópukeppni þannig að þeir geta ýmislegt og þeir geta alveg strítt IBVF í þessu leik. Já, spurning hvort að IBVF sé ekki bara að gera þeim greiða með að sláða út og geta einbeitt sér að Evrópukeppninni en það verður að koma í ljós. En það er ef að Valur fer áfram og þá er þeir búin að setja úrslitakeppnina á annan enda vegna þess að það þarf að breyta næstu umferð. Já, það verður fróðlegt að sjá einmitt hvernig sáleikur, hann er annað kvöld og að Hlíðarenda og síðasta leikur þeirra sem að liða á Hlíðarenda var athyglisverður í meira sagt að smá vesen og í rauninni í þeim leik þá fekk Stefán Nielsen rautt spjald, hann fekk ekki bann. Þeir tóku bláa spjaldið tilbaka sem finnst nú alveg virðingarvert hjá dómarum, þeir sáu bara að sér. Já, og mér fannst að horfa á þetta í sjónvarpinu, það fannst mér þetta ekki. Þetta auðvitað fíkur í menn og annað, en mér finnst það ekki verið mjög mikið dittingaskít í svona og á ekki verið að dæma menn í bann fyrir einhver smáatriði. Nei, en hér eru leikmenn búin að kynna leikmenn og
farið að tíja sig til dómaralegsins Arnar Sigurjónsson og Svavar Ólafur Pétursson. Þetta þeir eru orðið miklu reynsluboltar þessir dómarar. Já, þeir eru búin að dæma mikið og eru mikið að verkefnum hjá EHF og hafa staðið sér vel þar og þetta einhverjir okkar bestu dómarum, þannig að vonandi hafa þeir bara frábært tökk á sig í kvöld og við enga trú öðru. Já, og svo búin að vera í umræðunni eftirlitsdómarar. Það eru 2 eftirlitsdómarar í úrslitakeppni og kannski bara nauðsynlegt að hafa 2. Það veitir ekki að þetta er orðið svo umferðarminnstu, skal ég segja, að inn á skiptingarsvæði, menn eru að taka markmanninn út af í tíma og ótíma, setja sóknarmenn, það er skipt 1-2 menn í vörn og sókn og það er rosalega erfitt að halda utan þetta allt saman og ég held að sé bara jákvætt að vera það með fleiri menn í þessu. Já. Það eru leikmenn farnir að tíja sig til. Ég sýnist að Haukarnir séu að byrja leikinn og Framarar þá stilla upp í rögg. Elías Bóasson sýnist með að vera klára að koma inn á í skiptingu vörn og sókn og Matthías Benno Daðason kemur inn í vörnina ásamt Bjarti, Þorsteini, Sigurði, Þorgeri og Andra og það sýnist mér öllu að þessi að fara bara í 6-0 vörn. Spurning hvort að Matthías er fyrir framann. Jú, Matthías er framann, jú. Það virðast vera 2 klárir í skiptingu, bæði Valdimar á línuna og Elías Bóasson. Já, og Andri Björn Ólafsson, haukamaður. Nei, já, það eru Valdimar og Elías, já. Haukarnir hefja hérna, það er Adam Bambrúk sem byrjar á miðjunni og Tjörvi hérna í skiptunni, gefur fljótlega skipting inn á miðjuna og Ára sem byrjar Ívan í hægri skiptunni, hér leysar inn í 4-2, Hákon. Já, Tjörvi byrjar þetta bara strax. Mjög vel gert hjá Tjörvi. Hann með ræðst bara varnamanni sem ekki nógu grimmur í hann og fær hann bara frýtt skot. Já. Erfitt fyrir Viktor að eiga við þetta. Þeir ætla að spila 7-6 Framarnir, búin að taka markmann út af og setja Valdimar inn á línuna. Bjartur á línni. Sigurður réður sig gegnum mikil barátta hérna, Ívan lætur strax mikil barátta. Haukarnir ætla greinilega að fara hart í aksjón hérna. Haukarnir spila með mann fyrir framann í vörðinni, það er ekki algengt þegar að sjö í sókninni en það er mjög athyglisvert að reyna að trufla þannig. En ef að boltinn er fluttur vel þá er þetta erfitt. Hotnamaðurinn endur í bara með 2 mínútur eins og vera einu fari bara. Það kemur skot og Adam Bambrúk ber þetta. Elías Bóas. Það er stemming í vörðinni á Haukum og hendin uppi og skot. Aftur og ánum að Gítrius. Gítrius verður fyrsta skotið sitt. Og kera Haukamenn upp, Tjörvi endur í vandræðum, kemur boltinn í hotið og Adam Veran Viktor í markinu. Glæsilega varið. Tjörvi opnaði mjög vel fyrir Hákon sem fekk virkilega gott færi en Viktor varði frábærlega, skildi hann að hægri hendina eftir uppi og veiti Hákon. Já, það var gott að einmynda mjög fróðlegt að Haukarnir ætla að halda sig við þessa 5-1 blögg þegar einmitt þeir eru með 7 sóknarmenn á móti sér. Andri Heimir spilaði þarna fyrir IBVF í IBVF-vörðinni, þannig að hann þekkir þessa stöðu vel, Unni var með þar og ef það er góð vinnsla honum og hann er að leysa klippingarna, þarna var Gauti. Þarna er Þorsteinn. Þorsteinn skorar fyrsta markið sitt og fyrsta markið Haukar. Þarna kemur Adam, fekk flugbraut en farið frá honum. Guldspjald á Matthíasi. Þetta Andri að fengi guldspjald á hann líka. 2 guldspjöld mætt í hús. Eitt á kortið. Og Jón Þorbjörn hér tilbúinn. Leysa inn í 4-2 aftur. Ákvotaði. Tjörvi aftur. Inn á Jón, frábærlega gert, það ræðir ekkert við hann. Annan lendir Þorgeir með 2 metra mann í fanginu og hann á ekki möguleika á að stoppa hann. Nei, þetta er eitthvað sem Haukarnir hafa greinilega sett lykilatriði í. Mjög fljótt til að láta Hákon leysa inn og Tjörvi ræðst á. Tjörvi kann þetta gjörsamlega og rétti þarna bara bolta. Mér fannst Tjörvi geta skotið líka sjálfur, fór ekki nægilega í hann en hann valdi þennan kost. Það var Elías. Það var ekki að brjóta þetta á sendingarlína. Í slána. Bjartur, enginn í markinu og Hákon skorar. Hákon Daði skorar fyrsta markið sitt. 3. mark Hauka.
Hjartur óöppin hérna. Á, Klaufi. Fekk allt óöppin, það var eins og. Tók hann að Barbasinski, eins og við kallum það. Það var fastan í gólfið og upp í Stána. Nei, ég held að skotir ekki bara beint í Stána þetta. Hann fór alveg niður, hann Gíturus. Hér Andri. Hann í færi og Gíturus hérna. Og hvað? Guðspjald á Ívan. Gíturus að byrja hennar leik vel með 2 varinn skot. Það var Ivkovic sem fekk þetta gula spjald þarna. Já. Þá koma aukamenn aftur. Þeir aftur inn, auðvitað reynar það sama. Og ganga upp, tvígang. Hákon stýtsi leið. Stýtsi leið þarna. Fór inn í tveginn. Já. Matti dómarna, ég sá mér ekki nógu vel en. Skemmtileg útvarsla. Og hér, þetta hausa saman. Það Haukarnir aftur að vera ríkalega grimmir í vörninni og hann bara mætti Andri grimmur á móti Sigurði og þeir meiti sér nú báðir en Haukarnir sínu ánægðri með þetta atvik vegna þess að þeir eru að láta framarana finna fyrir sér og það hluti af því að spila góða vörn. Já, Ívan búinn að vera grimmur hérna, Ívan Grimmi, sjáu hérna aftur hann grimmur, stóðbóltan enginn í markinu og Hákon skorar. Þrír framarar í kringum að ná ekki að stöðva hann. Hann skorar annar mark sitt í leiknum og 4 mark Hauka, frábær byrjun í Haukunum. Fyrstu 5 mínútunum. Það eru góðið 2 mörk í toppmarkið og eins og ég sagði við þig fyrir leikinn að þeir eru út að spila 7-6 að þegar það eru góðið 3-4 mörk þá verður það hugsað þetta er of dýrt. Já, nákvæmlega. Það var Þorsteinn. Sigurður. Þorsteinn. Hérna er Þorsteinn að fara í hinn áttina frekar. Vörnin ríkalega grimm, handavinnan og fæstalamönnum alveg ótrúleg. Það er ekki að sjá að Haukarnir séu færri þarna. Nei. Það er rosaleg hreyfing. Það er það sem að vinnur á móti 7. Þarf bara að spila ekstra sterkt. Þorgeir, hann gerir þetta mjög vel skotið, mjög vel skotið. Þorgeir Bjarki skorar fyrsta markið sitt, annar mark framara. Og koma Haukarnir, Tjörfi, Adam, Ívan upp og skorar. Fyrsta markið hans. Já, þetta er sleggja. Það er bara þannig. Þetta var fín sókn, Elli leysti þarna inn og dró með sér menn og opnaði fyrir Ivkovic. Þannig að þeir keyrðu þarna álgera seinni bylgju og gerðu það mjög vel. Eða hraða miðjum. Já, þá koma framarar, kemur Valdimar sækir boltan. Andri ekki langt frá því að vinna hann bolta. Hér eru konur inn fleiri. Og skýtur framhjá hann Þorsteinn. Já, þeir eru ekki framarinn eru ekki nýta nógu vel að fara hundavert hérna hægra megin. Nei, hægra megin. Sjá þessa sendingu að Tjörfa. Þessi skot, skelfilegt skot hjá Jóni. Gaman að sjá hvernig Viktor heldur hægri hendina eftir eins og varði frá Hákonan. Og hér er aftur hinn megin, Gítrius. Sýri markvarsla þarna. Hann ver frá Mattiasi. Þetta er gaman að sjá en þeir eru búin að fara framarðir. 2 dauðafæri á línu. Það er dýrt. Já, mjög dýrt. Svona leik. Mjög dýrt. Þá er Adam komin í skyttuna og annar nóttu er Elías. Þeir eru með Jón hérna með eina, spurning hvort að Hákon leysir þá. Nei, hann kemur og sækir, svo leysir Elías á móti. Já, Elías leysir á móti, Ívan, Adam, Tjörfi. Tjörfi leitar að línunni, finnur hann ekki, Adam, Ívan aftur. Tjörfi, undir þetta skot og hann verður þetta, Viktor. Frábær markaslaðna hjá honum. Tjörfi með skotið, þó það held nú að þetta skotið hefði verið framhjá samt sem áður en náða að klukka þetta. 3 varðir hjá markmannunum, Viktor Gísli og Gítrius Morgunas og þeim er 3 bolta varða. Áfram halda framarar að spilta aukamanninum út af. Framarinn er ekki nýta nægilega vel erum fleiri, þeir þurfa að sækja, fá í sig mannin, skila boltan á réttu tíma. Þannig kom Siggi ekki boltanum yfir á Elías, þannig að þar skytturnar þurfa að fara í ógnun og koma síðan boltanum yfir á hina skyttuna. Þorsteinn þarf að hann komið fram hjá Andra að fara. Hann er komið auka sending og vörnin hefur tíma til að færa sig. Andri brotlegur.
Andri vinnur vel niður á milli, þannig að hann að skila flottri vinnu að í völdinni. Adam var guðspjald. Og þeir ná ekki sendingunni skipta á skiptu sem lykilatriði til að opna völdina. Já, þá koma þær aftur hér, Elías inn á miðuna eins og oft áður, missir boltan. Hann nær ekki sendingunni, en ég þetta. Þannig að svo 7-6, ef það verður áhrifaríkt þá verður að fá í sig rétta mannin og senda síðan yfir á hinn að skiptuna. Skot og Gítrius verð þannig auðvitað. Hendi var komin upp, Gítrius með skot. En Viktor Ver. Grípur hann, þetta var, Gítrius með eitt skot í leiknum, það gengaði. Og Framarar aftur 5-2 hér, 9 mínútur liðnar. Og Framarar að spila með engan í markinu og hann gert hér allan leikinn, hingað til. Það var bara uppskerð 2 mörk. Hér kemur fín sending, en sjáðu Gítrius, hann sjóðandi heitur. Það tapar boltanum. Markið var opið í staðins átt að missefna sendingu. Gítrius tapaði boltanum hann. Það reynda að senda á Adam og Adam mista frá sér. Klaufalega gert. Gítrius frábær hér í upphafi leiks. Það svona vantað upp á markvörslu á haugunum í vetur, stabíla markvörslu. Hvort komi hér í úrslitakeppninni. Sigurinn með skot, enginn í markinu og hann klikkar, hann Hákon. Klaufalega gert. Hún skorað 2 í tómmarki og hann átt að möguleika á 3. Já. En hitt ekki. Það hættu við núna, þeir eru orðnir hræddir við þetta. Þetta ekki alveg að ganga nægilega vel, þannig að það ekki áhættuna verið í fiskum að. Sigurður, fær boltan í hornið, Andri skorar. Andri Þór Helgason skorar. Þannig beygði Sigurður sig undir Ívan og náði að losa boltan. 3-5. Skorar loksins. Leið og þeir eru jafnmargir. Það var Adam. Tjörvi. Kemur sama kerfi. Leysir ekki inn. Tjörvi. Adam. Hætti við. Ívan í vandræðum og sendir á Hákon. Hákon inn úr engu. Og hann verður þetta sjálfsögður. Hákon Daði að velja vitlaust þarna. Mjög þröngt færi og Viktor gerði bara vel, stóð og beið og átar. Þórður Rafn að gera sér kláran, henni frábær. Vel spilað, dauðafæri og Þorgeir skorar. Þorsteinn Gauti með góða ógnun, Elías bara rúlaði boltanum átar út í hornið og Þorgeir klára öryggi. Þetta geta gert jafn margir en gátt ekki gert henni fyrir. Það segir maður ýmislegt. Það kannski vandar upp á smá færslu í haugunum núna í vörninni sjá að þeir eru jafn margir að það er varðan að gefa eitthvað eftir. Já, það ætti ekki að gera. Heimir Óli að gera sér kláran. Og Þórður líka, Þórður Rafn og Heimir Óli að koma inn á. Hákon leysir inn, Tjörvi inn. Frábærlega gert hjá Tjörvi. Já, vel gert hjá Jóni líka. Hann bottaði upp á 100 alveg þessi strákur. Virkilega gaman að horfa á Tjörva og mjög ánægilegt að hann skulle vera kominn og fullt aftur eftir erfið meiðsli. Að sjá hvernig hann dregur í sig menn og skila svo boltanum á línuna, það alveg frábært. Þarna var hann, fittaði manninn og skildi hann eftir í sárum sínum og Jón stóð bara á beið og fekk boltan og gerði vel, skora 6-4. Adam brotlegur, ítir hann svolítið frá sér en... Elli verður að sækja á hann er með stórt pláss og hann þarf bara að halda áfram og þetta sé erfitt að þá verður hann bara að gera þetta á fullu. Það var Þorsteinn kominn í gegn. En frábær vörn, Hjálpar rættur, sækir hann að krafti. Frábær hjálpar hann Ívan og Jóni. Það var Andri búinn að missa hann, aftur missa hann, nú allt opið í horninu. Andri fer inn úr engu og þetta verður Gítrius. Og 2 mínútur á Ívan. Já, hann lendi þarna í sigga og brautaðurum. En þetta er uppsafnað hjá hann, hann var áðan. Þá er hann séns þarna, þegar Siggi beygði sig. Þá fór hann svolítið harkalega í hann, en annars þetta, það er fjöldaskipting á augunum. Já, Daniel og Heimir. Eins og ég sagði, þetta er eins og umferðarmiðstöð hérna, það er bara inn út alveg. Daniel að koma. Já, Daniel gerir sig kláran, kom inn á.
Það ætla að setja Daniel inn fyrir Gítrius kemur út af. Þeir eru manni færri en áður að vera jafnmargir og því að markmaðurinn út af 6-6 þarna. 6-4 staðan. Þegar 13 mínútur liðnar. Bernhard Matthías eldur á hérna alveg heim til hans bara nánast. Ára Tjörvi brotið á honum, Bjartur sterkur. Það Jón sækir boltan, kemur honum á Ívan á Tjörvi aftur inn á hægra megin. Daniel segir, þarna Elías gerir þetta vel, hausar Viktor. Hann á reynslan. Já, reynslan, það er mikið að segja þetta. Freka þröngu færi en beið og sett hann síðan á hausinn á Viktor, hann sá að var glufaðar. 7-4 Haukum í vil þegar 13,5 mínútur liðin af fyrri hálfleik. Það er einu fleiri, gaman að sjá hvernig er reyna að opna fyrir því. Siggjum í lofti, Elías, hvernig fer hann ekki í gegn sjálfur? Ég veit nú ekki með þetta. Adam var nú ekki mikið í teig, sko. Þorgeir átti bara að gefa Elías þarna, en dómarinn mátti eins og Adam hefði verið inn í teig, það getur hann að stígið örlítið. Það var Andri. Að vera þetta, hann har frákastun aftur og að vera þetta aftur! Gítrius Morgunas með tvöfalda markvarslu en það er innkast. Þvílíkur leikmaður. 2 skot á 3 sekúndum. Það er ekki margir sem getur það. Það er mjög slæmt fyrir Framarana ef að Gítrius ætlar að eiga eitt svona leik. Við þekkjum það þegar hann kemst í stöð. Sigurður. Siggjum í lofti, enginn á mót honum. Skora fyrsta markið sitt. Það var vel skotið í honum. Glæsilega skotið. Það var það Haukarnir eru einu fari í 5 sekúndur. Markmaður kemur inn á. Þannig að það voru jafnmargir. Það var Tjörvi. Daniel kominn inn að hægra megin sem sagðan, lesir Hákon inn, kemur árásinn, Daniel fyrir inn á miðjuna, brotið á honum, Þorsteinn brotlegur. Já, vel gert til Þorsteinn, þannig bara mætti hann Daniel og náðu að brjóta á honum. Já, hann spilaði hér 4-2, taka Tjörva langt út og þessi bolti næstu því, tapaður. Daniel kemur boltanum, reynir að koma boltanum á Elías en Andri sparkar hann út af. Og reynaðar aftur stilla upp. Jón, Daniel hendin uppi, Tjörvi fer utanverð, skilur hann eftir. Ótrúlega vel gert. Skilur Bjart algjörlega eftir innan. Alveg gjörsamlega skildi hann eftir. Já, frábær fitta hjá Tjörva, snerpan að koma tilbaka að drengnum. Heldur betur, það er bara virkilega flott. Það kemur Þórður Rafni inn á. Fyrir Hákon Hákon búinn að gera 2 mörk en bæði í tómmarkið, þannig að hann er bara að klikka 2 skotum í horninu og 1 yfir völlin, þannig að hann er með 2-5 nýtingu. Þau skot sem hann hefur tekið hafa verið varinn. Já, Daniel ætlar að mæta hér sigurinn sér. Þorsteinn! Andri missir mann alltof mikið frá sér. Þetta var klöfalegt. Þorsteinn á að gera þetta, hann á að keyra á hann er mjög hraður á fótunum og þegar hann gerir þetta, Elías með allt og skora. Elías á að vera óhræddur, hann er mjög að vera að hugsa mikið og opna fyrir horninu. Hann á bara að fara í sinn séns. Ef hann gerir það, þá fær hann hornamann í sig, þá getur hann gefið. En fyrst að taka sinn séns. Það er staðan 8-6. Og það er að þrífa boltan eitthvað. Já, þetta var vel gert hjá Elíasi. Já, koma Haukarnir, Daniel kominn inn að hægra með vinstra meinuna af. Ívan kominn aftur skitun af. Tjörvi, Heimir Óli á minni, Elías og Þórður Rafn í hóttanum. Gítrius ennþá í markinu, búinn að vera frábær með 7 varða, eða 8 varða. Og Daniel lesir Elíasinn, Tjörvi, gefur boltan á Daniel, Ívan, hann er ekki farin inn úr hóttinu. Gult spjald á Sigurð. Heimir Óli
er sama kerfi aftur, hann fannst hann að vera frýr hérna. Já. Þannig að... Leysir Elías inn í vandræðum, Daniel ætti við skotið, gefur boltan á Heimir, skorar! Heimir Óli Heimisson með fyrsta markið sitt. Tjörvi með frábæra sendingu. Já, Tjörvi með örugglega átt í Ég held að sé búinn að koma næstum því öllum mörkum. Já. Og skora sjálfur eða opna fyrir öðrum. Þannig að hann er heldur betur að stimpla síðan inn í Solstakefni. Já, en varnarleikurinn í Haukunum mun betri hér allavega til að byrja með fyrstu 17 allavega heldur en í fyrirleiknum, í fyrsta leiknum. Elías með sendingu hornið á Þorgeir gefur boltanum aftur út. Andri reynir að loka á sendingarnar, Elías reynir að tróða honum Heimir með frábæra varnarvinnu og gefur boltanum með Ívan og Ívan róar það niður og mjög góð vörn hjá Heimi Óla þarna. Náði hann að vinna fram fyrir línumanninn og stela boltanum. Já. Elías leysir inn á móti Daniel með allan völlinn og situr skotið en brotið á honum. Já. Þarna var Þorsteinn, var ekki Þorsteinn sem stoppaði hann þarna í skrifunum. Gerði vel. 80 mínútur liðnar og staðan 9-6. Haukum í vil. Framararnir mæta hér gríðarlega framalega hérna á Ívan og svo á miðuna Daniel og með frábæra sendingu, hvílík sending hjá Danieli á Heimir Óla sem skorar annað mark sitt. Þeir spila sókna virkilega vel Haukarnir, þeir búa til stór svæði að vinna með línumannum. Já, Ívan er sterkur. Já, hann Neldan, Sigga og Kalmilónum. Haukarnir eru að búa til flott svæði þar sem ná að vinna með línumannum og eru að nýta sér það. Þetta sé góð 4 mörk af línunni. Já. Já, koma framararnir Sigurður, Elías, Daniel á mótanum núna. Þorsteinn, keyrir í gegn, fær víti eða hvað? Tværvítur á Ívan eða hvað? Hætta við? Hann vildi meina að þetta væri leikarskapur. Bæði Ívan að reyna að fiska og... Já, mér fannst þetta skrítið. Mér fannst eins og hann ætlaði að rekka hann út af. Svo átti að sá því að hann búinn að fara einu sinni út af hættu við það. Já, mér fannst eiginlega líka Ívan vera bara inn í teig. En þetta er dómarinn að dæma. Maður sjá, Sigurður kemst þetta fram hjá tveimur næstu því. Ívan og Andri stoppa hann. Þeir fá að spila gríðarlega fast Haukarnir. Þeir fá að negla þá alveg og það er náttúrulega Haukarnir framararnir verða bara að losa boltan áður. Hér er 2 mínútur, já. Þessi 2 mínútur á Andra, já, það er rétt. Lendir hann að þannig. Andri Heimir Friðriksson að fá 2 mínútur hann að... En þetta er það sem Elías á að gera, hann á að keyra óhræddur inn í og hugsa sinn séns. Já, hann náði hann að smeygja sig framhjá Danielu og Andra og ná skota á markið og réttilega 2 mínútur á Andra. Þeir eru einur færi í 2 mínútur. Það var Valdimar, Sigurður. Elías inn á miðuna, hann fyrir alltaf inn á miðuna. Þessi sending ekki góð. Nei, það var afleitt, þarna voru einu fleiri og gátu ekki þarna ágóðið mark en tókst það ekki. Hann er 90% tilvöldlega að fyrir hann inn á miðuna, hann Elías. Já. En sjá hvað Haukarnir gerir núna, þeir eru búin að skipta Gítrius út af og Hauka sóknarmaðurinn Þórður gerir sér kláran að skipta út af. Sóknin er að vera ljúka. Ívan upp á Adam var opið og skorar! Glæsilega gert hjá honum. Þarna náði Adam að skora sem fyrsta mark. Það er lítið borið á honum og þarna komst hann í ákvömsalegt færi. Þá koma framararnir Elías út í hornið. Þar er Andri Björnsson. Já, það skiptir sem milli sín nafnandur. Já, aftur Andri Björn, þær boltan, hætti við, Sigurður, Þorsteinn, hleypur hérna fram í allir vörðinni, en frábær markvarsla Gítrius Morkunas, 9. skoti sem hann ver. En virkilega vel gert hjá þessum unga strák, Þorsteinn Gauta, hann gerir þetta miklu krafti, hann er mikið áræðni hjá honum, en Gítrius sá við honum. Já. Gítrius svo sannarlega eru betur en enginn í markinu, það er okkur ljóst. Já, þegar hann nær sér á strik þá er hann ítviðráðlegur og hefur unnið marga leiki fyrir Haukana þegar hann hefur smólið í gang. Já.
það Heimir, kemur Ívan, Adam fær boltan í langt fyrir utan, Tjörvi byrja árásinni á Bjart. Brotið á honum, skref! Og þetta yfir markið. Nei, hann laki markið! Það Matthías skorar! En bolti ótrúlega leikja leiðinni. Já, þetta gaf getur ég svona smá chance en boltin inni. Já. Það var nauðsynlegt fyrir Framarana til þess að halda sér inn í þessu leik. Þeir megi ekki missa Haukana og langt frá sér. Já. Þarna, já, hvað fannst þér þetta? Var þetta ekki aukakast þarna? Mér fannst það sko að þeir vera búinir að brjóta á Tjörva en svona... Ívan tekur yfirhandafittuna og tekur svo skotið. Hann verður með andlitinu. Já. Viktor Gísli. Og keirar á það, hann vantar mann í vörðina. Þorsteinn. Boltan í hornið á Andri inn. Og Andri framhjá. Andri skýtur framhjá, fyrsta skotið hans í leiknum. Langt framhjá heldur mér sér. Elli leysir inn. Tjörvi. Galopinn, sjáðu. Tjörva líka. Tjörvi róar það niður. Hellusjö. Elli fyrir tilbaka. Og það Tjörvi. Heimir kemur og sækir boltan eins og svo oft áður í þessu leik. Sækir Elías. Adam. Tjörvi með skotið. Það yfir. Það framhjá. Nú vandað skotið á honum. Það var að Þorsteinn fer í árásinni að reyna að tróða boltanum á línuna. Matthías ekki tilbúinn. Þetta var góð hugsun hjá Þorsteini Gauta. Og taka leikinn. Já, við skulum fá að heyra hvað Guðmundur hefur að segja á sína menn. Strákar, hlusta. Þeir eru að rykkja út. Þeir eru að koma aðeins út hérna, fyrstandir. Ég veit að förum bara spilum núna 4, eins og við erum vanir að gera það sem að rykkja undir hérna megin og fáum boltan til að fljóta yfir. Þú kemur aðeins út, þú kemur í skyttuna og Gauði kemur í hornið. Ok. Já, við förum bara í 4, venjulega, okkar 4 og bara leysið inn. Komið það svolítið á móti boltanum, alveg á flegi ferð og bara yfir. Ertu ekki þannig að rjúta út í hann, þetta er 400. Já, ok. Vartanlega, ég vil fá okkur aðeins framan núna. Siggi, þú tekur línuna. Ok. Já, Sigurður settur á línuna. Þetta verður fróðilegt að sjá hvernig þetta gengur upp hjá framurunum. Talaði að tvistarnir varu að koma vel út og ætla að reyna að opna þess. Þar undir og nýta það svæði. Þorgeir er góðinn í skyttuna. Guðjón er góðinn í hornið. Brynjólfur mættir í hornið á Haukunum. Já, skrítið Guðmundur Árni, hvorki byrjan kemur inn á fyrir Ella, þannig að það er eins og að sé eitthvað myndun. Já. Það vakti athygli mín að Elli byrjaði ekki Guðmundur. Já. Þannig að sjá Ívar mætir hann bara á 11 metrum og neglir hann. Já, þeir eru að leita að rykkingur hann að bakvið en Ívan hefur ekki gefið tæki frá sér en þá. Hér er Andri með frábæra vörn og hér er Þorgeir með skotið og kemst skorar. Þorgeir Bjarki með 3. mark sitt í leiknum. Adam fekk enga hjálp utanvert og eftirleikurinn auðveldur fyrir Þorgeir. Já, hér er Brynjólfur sækir inn. Adam, Ívan, Tjörvi. Og fá fríkastið. Framararnir ná að brjóta og stoppa þetta hann að... Já, Daniel kemur inn á fyrir Adam. Og reyna aðratur. Heimir kemur. Sækir boltan. Daniel Tjörvi leysir inn á móti hann Brynjólfur. Og þessi sending ekki nógu góð. Þórður kemur nær boltanum. Tjörvi. Daniel með skotið og skorar! Hann er sterkur og... Mjög sterkur, hann var með mann í sér og hann var verið að brjóta á honum annað en hendin var laus og hann náði að smella skotinu. Já, 12. Fyrsta marki sem Daniel þó skorar í þessu leik. Það var að Framarar aftur góð fitta hér. Já, fín hreyfingar hjá Þorgeiri þarna, hann er að
haldaði með efni hérna í vörðinni. Já, Daniel, aftur. Stórplás. Og hann fer utanvert. Aftur í gegn. Já, og minna þetta sé skref þá vantarlega. Já, það bara síkjandi afsökunni á dómarinn. Ég bara voru fljóttir á sér þetta. Já. Hellingsplásið Þorgeir fær hérna og hann á að nýta sér þetta. Já, hann var óhræddur alveg. Sjáum að Valdimar fann að rykka undir Ívan. Boltinn hjá Andra og Ívan. Já, mér veist, hann er alveg á grensunni. Já, hann fær 2 mínútur að það. Mér veist að búin að vera ofgrófur og þetta er bara hárrétt að hann sé búin að hafa tvisvar. Já, hann fer hann með öxlina aðeins í hann. Hann er bara búin að vera of ákafur. Maður sem er komið með brottvísun, þetta snemma leiks og annað, hann verður að vera klókari. Já, það er rétt. Það að fá sín aðra brottvísun bara í fyrri hálfleik, það er vont og þannig er hann bara ekki nógu klókur. Nei. Haukarnir inn að fara hér næstu 2 mínútur og staðan 8-12 gulspjald á bekkinn. Já, Gunni var ekki sáttur. Nei. Gunni sækir þetta gulspjald, það er svona einhver klókindi í þjálfarunum að sækja eitt gulspjald svona þegar hún er að fá þetta dómarinn með sér lið, er það ekki? Mann er fyrsta stundum en ég held að sé bara vitlaus. Það er engin regla á einu en einu, bara dettur einhvern. Þá er það framarar Sigurður, sjáum Þórð, hann er að stoppa hann, frábæð vörð hjá Þórði. Það stela þessu bara að Þórður. Það var nálega því. Hann er með langa skanga, hann hætti að geta teikt í þetta. Mikilvægt fyrir fram að skora núna. Já. Minkandi 3 mörk. Hendin uppi, Þorgeir inn á miðjuna. Á, og skorar! Þetta var vel gert. Þannig er Heimir allt og fljótu frá. Já, hending komin upp og Þorgeir bara ræðst á. Já. Og á þetta bara mjög gott skot í gólfið og einn sem að Pítrius náði ekki verja. Það er 12-9, þeir hanga inn í þessu. Já. Það er mjög mikilvægt að skora þetta. Þeir megi ekki missa það frá sér. Nákvæmlega. Framararnir hætta aldrei. Haukarnir voru 5 mörkum undir í fyrsta leiknum, skoruðu 5 fyrstu mörkin í seinni hálfleik. Og Framarar náðu svo aftur, 5 mörkum hórstu, hér er Heimir að renna. Daniel fer utanverð, gefur boltan á Brynjólf, Brynjólfur lossar boltan á Adam. Tjörvi fer í árásina, fær blokkina og brotið á honum, 2 mínútur á Sigur. Sigil mist hann og fór aftan í hann, þetta er rétt. Já, ég held að þetta sé hárrétt. Sigurður Örn Þorsteinsson að fá 2 mínútur, frábær blokk þarna hjá Heimi. Já, galopnaði fyrir Tjörva og... Þá eru alltaf Haukarnir að fara að spila 4-2. Koma Haukarnir, Tjörvi með 2 línumyndir senda og hotnamanninn Þórð. Og sjá þessa markvörslu, Viktor Gísli Hallgrímsson með 7. bolta sinn. Það var risastórt færi, hann fekk þarna bara alveg hálfan teginn. Hann átti hann að skora úr þessu en Viktor sýndi að hann er hrikalega flottur í markinu. Já, liðið jafnt í liðum en Framarar að taka markmann út af. 3 mínútur eftir af fyrri hálfleik. Það var Þorsteinn. Boltinn á línuna og Valdimar skorar. Mjög vel spilað. Þorgeir er að koma mjög sterkur hérna inn í skiptuna. Hann er komið með 2 mörk og línusendingar og svoleiðis, þannig að hann er beittari heldur en Elli var í byrjun. Þetta var það sem ég var að segja. Elli átti að sækja. Þetta var stórt svæði. Það verður að sækja og Þorgeir heldur betur að gera það. Þorgeir mun beittari, árásargjarnari. Þessi sending á hornið á Brynjólf. Góð færsla framvörunum, þeir eru færri. Allt opið og mark. Það er ekki þetta. Þeir vildu fá ruðning. Já, hann snýr baki, hann verður sér að noppa hana. Þetta var Daniel Öflugur. Ákveðinn, skoraði 13-10. Haukur vil. 2 mínútur eftir. Hálfmitt í mannin, erum bara klókir. Já. 3 marka munur, Þorgeir og Andri ekki langt frá því að vinna hann bolta. Andri, Þorsteinn keyrir hérna að vörðina. Já, það er aukast einn, tími vinnur með þeim. Það er ekki nema 12 sekúndur í mannin.
Þorgeir aftur, Þorsteinn með skotið og þá Gítrius ver þetta 10. bolti sem hann ver. Haukarnir keyra upp. Adam klæðir hann úr treyjunni og hann lætur leikinn halda áfram og hann ver þetta! En hann fær 2 mínútur. Þetta er vel dæmt. Þetta er vel dæmt hjá dómarum leiksins. Leyfðu Haukunum að halda áfram. Það var bara komið úr treyjunni. En Heimir náði ekki að koma boltanum fram hjá Viktori. Nei, frábær mark á þenni einu sinni. Það er gaman að sjá þennan strák. Hann er mjög ungur. Hann er að veiða menn í að láta hann skjóta. Nákvæmlega sem við vill hafa. Hann sýnir ákveðin glöfur í markinu og svo lokar því. Það er virkilega gaman að sjá það. 13-10 og... Fram er aftur einu ferri. Akkurat þegar að þurfið jafn margir á mistaður. Þorsteinn Gaut út af. Mattías konar á miðuna. Valdi kemur þetta út fyrir. Skilabóttanum núna er búinn að vinna mann, já. Það var heimskulega. Það er skotið. Andri Gaut út úr vörðinni og fyrir vikið á töpuður manni. Það var skil ekki alveg hérna mómentið á Andra. Hann heldur báðum höndum í hann og lætur svo detta og þeir bara orðnir einfleri. 13-11. Þetta er bara fín staða fyrir fram eins og leikurinn búinn að vera að þróast. Þeir eru að vinna sig inn í þetta. Sko, heyra hvað Gunni segir. Hlusti. Okay, Nonni kemur inn. Við erum með Tjörva og Danna inni. Lína 4-2. Skoða þetta. Já, gefum okkur smá tíma, strákar. Slökum aðeins á. Alltaf lagi komið 1 fríkast en sækjum svolítið á markið til að skora. En ef ekki með 1 fríkast, þannig góðu. Lína 4-2. Skoðaðu vel. Hérna Heimir. Heimir setur blokk. Þannig, Heimir setur blokk undan á þrýsteinn og kemur að fara inn í gólfið. Ok. Ekki aftur. Já, þarna var lína 4-2 í Haukunum og á meðan þá fengu Hallgrímur gullspjald á bekkinn hjá Fram. Hann fór og ræddi þetta við eftirlitsdómarann Kristján Halldórsson og dómarandi stukku til. Ég veit ekki hvort það er bannað að tala við eftirlitsdómarann. Hann hefur vantilega kallað á til. Já, hefur gert það. Það er búið að vera mikil yfirferð á Sissa hérna á hliðarlínunni eins og venjulega þegar hann er í sínu hlutverki. Hann situr ekki kyrr, mér veist hann oft á tíðum er að skipta sér full mikið af því sem er að gerast í húsinu. Hann kom í öryggisverðina daginn í Kaplakrika og svona kannski full mikið. 30 sekúndur eftir af fyrra hálfleik. 13-11 Haukum í vil. Haukar einu fleiri. Tjörri missi boltan hana. Tempóið fór aðeins hana en hann kemur aftur. Bolti í hornið, Þórður missi boltan. Kemur boltan á Tjörva. Hendur uppi. Hendi komin upp. Og frending á Jón og hann skorar. Gríðarlega mikilvægt mark. 8 sekúndur eftir. Hvað gera þeir? Andri missi boltan. 3 sekúndur og skot. Og hann skot, hann er hávaxinn. Og Gísli. Ég ætla að skella mig niðri og ná mönnum í viðtöl og getum kannski skýtt yfir skorið. Það voru hörkuleikur hérna í fyrri hálfleik og Viktor Gísli búinn að standa sig frábærlega í marki fram með 9 skot og Gítrius sem er 10, þannig að markmennir hafa staðið sig vel. Það voru flottur leikur á þeim. Þorgeir er með 4 mörk fyrir Fram, markaðastu þar og hinum megin er mjög jafnt. Þeir eru nokkrir með 2 mörk. Hákon, Jón Þorbjörn komið 3, Daniel 2, Heimir 2. Hallgrímur, kannski byrjum með það á svo guðlarspjaldi, hvað gekk á? Ég bara var að ræða hérna um eftirlitsdómara, það eru 2 eftirlitsdómarar, maður lítur að ræða annað hvort þeirra. Þú er ekki sáttið við það? Nei, þeir hérna greinilega tóku ákvörðun að það mætti ekki gera það, þannig að ég veit ekki alveg hvað hérna... En að þessum fyrri hálfleik, þið byrjið með 7 útileikmenn. Og það er svona, það gengur ekki alveg nógu vel, þið er að fá þarna ódýr mörk á okkur í lokin, en þið samt haldið þið áfram í dágóðan tíma. Já, við hérna þurftum bara að fá alla til þess að sjá línumannin og hérna, en það bara tókst ekki og þetta var galopið, þetta er ekki trekk, en við bara náðum ekki í það. Þetta hætti svo að gera það og í fyrstu sókninni eftir þá skoriði allt opið. Já, jú, það er kannski líka bara fyrir þá að þeir eru bregðast bara við þessu þannig að hérna, þetta er bara svona, við erum náttúrulega bara, mér finnst hérna, kallarnir í gulu treyjunum ekki vera alveg með þetta í dag, ekki frekar en við kannski. Hvað er það svona helsta sem er að klikka við ykkur? Hjá okkur? Það er bara fyrst og fremst er náttúrulega bara, við erum rægir í sóknarleiknum og við erum náttúrulega að fara í svo lítið með döðafæri hérna í byrjunleiks. Það eru 3-4 færi hérna á línu til þeim sem við bara klúrum og menna þetta er dýrt.
Þorgeir kemur hann inn í skyttuna og stendur sig gríðarlega vel. Það svona annar vingill á þetta hjá okkur. Já, Toggi að spila náttúrulega í öðru floknum sko. Þá hann náttúrulega að spila bara mikið skyttu og hún aðalega í skyttunni, þannig að hann kann þetta alveg. Hvað þurfa Framarar að gera hérna í seinni hálfleik til þess að komast jafna leikinn í fyrsta leik? Já, bara til þess að vinna leikinn minnur. Já, við þurfum náttúrulega bara að spila örlítið betri vörn og skora fleiri mörk. Það er hérna, ég held að ég vissum að Guðmur er að setja upp einhverja svakalega formúlu núna. Takk fyrir, gangi vel. Ég ætlaði nú að fá hér aðstofa með hann Hauka en engin mættur. Náttu bara að segja þetta gott í bili, komum með seinni hálfleikinn eftir örskot á stund, þannig að það farið ekki langt. Prófaðu nýtt Coca-Cola Zero sykur með nýju endurbættu bragði. Bragðast meira eins og kók. Lifðu þið inn í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum. Some people believe that football is a matter of life and death. But football fans know it's much more important than that. Once you're in, you're in. For the long haul, for life. It's not easy being a fan, but real fans wouldn't want it any other way. Years of pain and hopeless expectation. In exchange for what? Moments of pure joy. You have to be a fan to know how much it means. I saw someone. He wasn't human. He's a known terrorist, and he's killed again. I will find him. And I will kill him. You never talk about your past. I don't remember much. It was fragments. There was an attack. We saved you, and now you save others. Everything they told you was a lie. You had a family. Who are you? They did not save your life. They stole it. How many were there before me? You're supposed to have a clean brain. They created me. But they cannot control me. Ghost in the Shell komin í bíó. Reytir fasteignafélag stærsta þjónustufyrirtæki landsins á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis. Okkar starf að finna fyrirtækjum réttan stað og skapa þeim hentuga umgjörð utan starfsemi sína. Við sérhæfum okkur í þjónustu og rekstri atvinnuhúsnæðis með áherslu á verslunarhúsnæði, skrifstofuhúsnæði og hótelbyggingar á höfuðborgarsvæðinu. Herborgarinn sagði: Halló, ég lítið iPod. Hann var lítið iPod þessi hamborgari. Við verðum aldrei of gömul fyrir hamborgara. Fabrikan. Tengjum íslensk heimili og fyrirtæki, svo hlutirnir gangi sinn vanagang. Míla, lífæð samskipta.
Einar Haugurinn sem stakk af. Einar, fyrir hálfleikurinn 11-14, ertu sáttu við fyrir hálfleik? Já, mest allt nema kannski slúttinn í nokkrum döðafærum með það. Við hefum að leiða þetta með 6-7 mörkum en Goggi er náttúrulega búinn að verja líka einhver döðafæri en þeir hafa meira fyrir hverju marki og við þurfum að ná því, halda varnarleiknum. Þeir voru hérna með 7 menn inn á í uppáleik, eitthvað sem þeir bjuggust við það? Já, og undirbyggum það vel og enda unnum við nokkra bolta. Við þurfum bara að geta kasta 20 metra sko, þá er þetta bara mark. Hvað þarf að gerast hérna? Er það bara vörnin? Þurfum við ekki að reyna aðeins að slípa sóknum? Bara halda vörninni, sóknin er góð, þegar við höldum aga, þá erum við að fá döðafæri á línu í hornunum og við þurfum bara að halda aga. Takk fyrir, gangi vel. Jæja, þá erum við mættir með seinni hálfleikinn. Einar nokkuð sáttur við sína menn í fyrri hálfleiknum en hefði mátt geta betur í nokkrum döðafærum. Já, það er rétt hjá honum að þeir hefðu geta nýtt færi betur og verið með betri forystu. Framararnir eru góðir að vinna sig aftur inn í leikina. Þetta er 11-6 undir, minnkum inn í 13-11 og 14-11 í hálfleik, þannig að þeir eru alveg inn í þessu. Þeir reyna færri núna fyrstu 20 sekúndurnar og tóku markmannin út af. Já, þetta er Valdimar sækir hérna, Þorgeir, hann er grimmur, Andri, grimmur líka, stoppar þetta. 7 sekúndur í mannin, þeir eru að vera búin að spila hann inn á. Já, 14-11, Gutti gótt á Haukandi byrja vel og þau byrjuðu seinni hálfleikinn í fyrsta leiknum. Hendi komin upp. Bjartur, dribla boltanum, kemur skot á markið, en sjáu þessa vörn hjá Haukunum. Brynjólfur upp, Þorgeir til varnar. Hætti við. Já, Andri kemur. Það er róa þetta niður. Já, þeir stoppa þetta, setja upp, það er skynsamlegt. Já. Brynjólfur er mjög snöggur fram en þeir náðu samt að... Já, Þorgeir var fljótur að loka á hann og það var bjargaði málunum. Já, þá var það Haukarnir í hann hérna í skiptinu, geta skipt honum vörn og svo Hákon komin inn á líka, Tjörvi fer inn úr horninu og tekur skoti og skorar. Frábært skoti á honum. Raukt færi að setja hann bara með frá Meiran og Viktori. Já, Viktor fór hann með báðar hendurna niður. Já. 15-11. Skiptir öllu máli fyrir Fram að missa ekki Haukana frá sér núna. Haukarnir eru þekktir fyrir að taka smá kipi fyrir seinni hálfleiks. Já, en líka þekktir fyrir það að missa það niður fórskotinn, þannig að Haukarnir Framararnir vita það alveg að það þýðir ekkert að gefa eftir að nóg eftir þessu leik. Já. Þá var það Mattias gefur boltanum á Þorgeir. Þorgeir með inn á miðjuna og tekur skotið, getur þess verða og Hákon er brauðafýr. Hákon er aðleitt. Hákon skýtur bara í Viktor. Mjög illa, sko, hann skaut bara í mömminum. Já, það er ekkert annað. Það var einhvern veginn ekki. Og bjóst við að Viktor myndi fylgja sig meira. Já. Og það setja hann í fjárhorni en það stakk svolítið í onni hann líka, mér finnst þetta illa gert. Já, þetta var ekki gott traflöp hjá Hákoni. Hann er ekki að finna sig hérna í þessu leik. Bjartur er komin í sóknina núna í seinni hálfleiknum. Hann að stýra þessu en... Já. Það var það Þorsteinn og snýr sér í gegn þarna. Og hann óheppinn hann að fá ekki fyrir meira út úr þessu. Já, nálægt í. Mjög flottur strákur, áræðinn og örugur og alveg óhræddur við að láta sig vaða í gegn. Já, Daniel var búinn að koma með góða stöðu en Þorsteinn snýra sig af sér einhvern veginn. Og frábær vörn hjá Andra en að sjáu Bjartur nær þessu bolta. Fórnaði sér bara inn í þvöguna og reif boltan. Já. Svona aðtrið skipta máli, hendi komin upp. Þorsteinn. Bjartur kemur í skoti, þetta er bara... Kemur boltanum á, hann þá. Mjög vel gert. Mjög vel gert. Valdimar vinnur þetta mjög neðarlega. Daniel var komin á 4 fætur að reyna að stoppa hann. En Valdimar reif hann að bolta til sín og náði að setja hann nettið. Já. Gummi þjálfari Fram alls ekki ána, veit ekki menna sér saman lína báðum meginn. Þarna hafi verið togaði Valdimar og það átti að vera 2 mínútur en menn vilja alltaf fá meira að fá. Það er rétt. Það var Tjörvi
Hann í andlitið hana. Þannig fer hann í andlitið á honum. Það var óvart en... Já, dómarinn ekki séð almennilega. Nei, ég hélt að þú fer í andlitið á leikmanni að þó að sé óvart að sé 2 mínútur. Já. En framhaldið sleppa með skrakkinn, það er... Hákon var hann að góðin á línu, Tjörvi rak hann aftur út í hornið. Setur upp í hann aftur sama kerfi, þannig að Hákon leysir inn núna, sama dæmi. Ívan kemur hann með stór pláss. Tekur skotið og brotið á honum, Þorsteinn brotlegur. Já. Hann lengi að gera þetta. Lengi og bara vel gert hjá Þorsteini að hann ná að stoppa þetta tröll. Já. Hann er einn af mótónum með stórt svæði og hann bara hreinlega stoppar hann. Brynjólfur, að stoppið Brynjóli. Já, Bjartur kom niður og hjálpaði Sigga. Þarna voru þeir að vinna vel saman. Já. Þetta er gaman að sjá. Hendin uppi, Tjörvi með sendingu á Brynjólfur í skotið undir Barbasinski. Já. Brynjólfur með fyrsta skotið sitt. Aðeins svo mikið pumpaði boltan að hans mati. Já. Og boltinn yfir, en frábærlega vel gert samt það sem áður. Brynjólfur þóttist fara tilbaka. Og Tjörvi fann þarna. Já. Þorgeir missi boltan en búið að brjóta á honum. Já, ætlaði að reyna að koma honum inn á Valdimar. Þá koma það rættu framarar, 3 mörkum undir. 6-11. Það er staðan hér áðan. Þessi bolti í hornið, erfiður bolti. Og boltinn laus og þeir vinna hann. Og þarna var Guðjón Andri. Já, stoppaði þarna Hákon í sendingunni fram. Já, erfið sendingu, Guðjón Andri náðu ekki að losa boltan almennilega frá sér. Og Haukarnir fá hér tækifæri til að komast í 4 marka mun. Það var að leysir Brynjólfur inn í 4-2, Tjörvi og Jón dauðafrýr og hann skorar! Já, klárar þessi marki, frábær sending á Tjörva og Jón snýr sér hérna og fer auðvitað inn og skilar þessi marki. Já, þú stoppar ekki Jón þegar hann færi búinn að... Hvað, Jón ekki kom 4 mark eða? Jón er kominn með svo mikið sem... Hann er með 4 mörk, eða 4 mörk, já. 4 mörk, hann er búinn að hafa mjög góðan leik á linni, nýta færið sinn. Illa gert hjá dómarinu, þarna lesa bara ekki leikinn. Galopnaðist vörnin en hann var bara búinn að dæma aukakast. Já, þetta var ekki góð dómgjöf það. Þorgeir, Andri losar boltan, sjáu þið, Daniel skuttar sér á boltan. Og að brjóta á honum, Þorgeiri. Andri er að gera þeim lífið erfitt hérna með að pressa og erfitt að koma boltanum frá sér. Þá verða hinn leikmennir að klára inn og þessi sendi er skot. Og Gidrus með 12 varinn af Gidrus. Ívan, Andri með erfiða sendingu og önnur erfið sending og brotið á Bjarti. Brotið á Bjart og Haukarnir koma sér fyrir í vörninni. Það var 7 mínútur og 4 marka forysta Haukanna. Það var Bjartur reyna að losa boltan nærri. Þorsteinn reyna miðuna inn í fangið á Andra. Já, Andri er að mæta hann mjög vel niður og hjálpa, þannig að hann kemst sáralítið flott í sóknarleikin hjá Framarum. Það er bara aukast og það er það sem Haukarnir vilja. Já, nákvæmlega. Þeir vilja fá fríkostinn Haukarnir og verða að fá þau í þessum leik. Já, og það er bara einkenni á góðri vörn að eftir svo fær fleiri fríkost á þau að hátta að spila betri vörn. Já. Það er bara staðinn. Og ekki því fleiri fríkosti meiri líkur á vinnleikin? Jú, brýtur niður rytma sóknarleik aðstæðingarna og það hjálpa þér. Það var Bjartur, Valdimar hérna á línunni. Daniel að hugsa allt of mikið um Valdimar og Björn Andri fer inn á horninu og það er dæmt lína á Framara. Það var að Tjörvi, Ívan upp, Ívan skorar í klofið. Ívan Ikovic með annar mark sitt í leiknum.
og 17. mark Haukana. 17-12, nú hættulegt fyrir Framarana að missa bara Haukana frá sér. Sóknarleikurinn hefur ekki verið nægilega góður núna í seinni hálfleik. 5 marka munur, það mesta sem hefur verið í þessum leik. Þeir eru bara búin að gera 1 mark fyrstu 8 mínúturnar og það alls ekki nóg. Nei. Siggi kominn inn á aftur. Sjáu þessa vörn hjá Andra, frábær vörn og brotið á honum. Siggi reif hann niður. Já. Andri að skila mjög góðu verki hérna. Gríðarlega góðu verki í vörn Haukana. Hann er búinn að finna taktina þar framan. Já. Haukarnir getur komist í 7 marka fórustu. Nei, 6 marka fórustu segi ég. Það á það mesta í leiknum. Og Ívan Tjörvi með sending og Jón skorar! Já, hann er stórleik hérna. Jón Þorbjörn Jóhannsson með markið. Mjög glæsilegt og enn einu sinni er það Tjörvi sem er að dæla á hann. Jón heldur varnarmanninn frá sem annar hendi grípur þetta með hægri, snýr á öryggi og setur inn netið. 4-1 hér. Og það er sama reyndar og var í upphafi leiks. Og Bjartur hendi boltana frá sér. Bjartur fær boltan aftur fyrir árásina, utanvert. Tekur skotið, brotið á honum og Guðmundur tekur leikhlé. Frábær kafli á Haukunum, 4-1 kafli. Bara nákvæmlega eins byrjun og í fyrri hálfleik. Við skulum heyra hvað Guðmundur hefur að segja. Ok, strákar. Þeir fara ekki svona langt út í Sigga, þannig að við hendum núna að prófum að henda 7 mannum inn. Hann Dabbi kemur hérna á milli 1 og 2 og hann keyrir út af. Klárið það? Klárið það, hendur 7. inn hérna og þið verður að taka bara grimma stimplun og koma á þetta. Þá fara hann neðar og horfðu yfir ef hann kemur niður. Ok, strákar, ég vil fara inn í 6-0, aggressív 6-0. Þetta er ekki gangu. Förum neðar, en samt strákar, við erum að toucha þá. Við verðum að fá í fríköst og hjálpum markmannum okkar að ná nokkru boltum. Ok, áfram með ykkar. Nei, hættum aldrei, áfram. 1, 2, frá! Ok. Já, athyglisvert þegar þetta var aftur í 7 manna sóknuna. Og 6-0 vörn. Já. Og það var ekki að ganga upp þessi vörn þarna sem við vorum með og alltaf aðeins að detta niður og samt að vera aggressífir. Við erum flott að sjá hvernig það kemur út. Sérstaklega líka að sjá hvernig sjöundi maðurinn virkar hjá þau núna. Þeir ná að hrista þessu upp í Haukunum. Einar Jónsson, aðstæðarþjálfari Hauka, talaði um að þeir hefðu unnið þessu, bjuggust við þessu. Já. Sjá hvað gerir hún að. Þeir er bolti í skelfileg sending og þennan bolti á Hákon bara að grípa. Já, hann átti bara að ná þessu. Hann er svegt út í sjálf á sig. Þetta er bara sending beint á hann. Notaði bara aðra höndina. Ekki með Sigurður upp og skot og það er framhjá. Marki uppi, hvað gerir Gítrius? Nei, hann var það niður. Það ekki að taka. Bambrúk með flugbraut. Og í stöngina. Já. Nathan Bambrúk með 1 mark í þessum leik. Annars skotið hans í leiknum. Guðmundur kominn inn á. Guðmundur Árni Ólafsson. Kominn í hægra hornið. Já. Einkennilegt, hann kom ekki inn á fyrir eftir 40 mínútur. Það er ekki verið saga vetrarins. Nei. Þeir eru náttúrulega með mjög góða 3 hornamenn sem að geta stilt þessu og hér skref. Andri er að loka það mikið. Nei, hann tekur á vitsu stað. En Andri er að loka ótrúlega miklu þarna. Þeir ná ekki í sendingunni sem þarf að koma yfir á hina skyttuna og fyrir vikið er þetta ekki að virka 7-6. Nei. Gríðarlega mikilvægur leggur í vörninni á Haukunum. Andri frábær varnarmaður á honum. Hann er ekki búinn að skora mark en hann er búinn að eiga markabolta. Betri mönnum liðsins. Þú þarft ekki að fara mikið fram fyrir miðju því að vörn vinnur leikina. Já, og markið sem var skorið að tekja á honum þannig að það var ekki tekið á réttu stað. Já, sjáum við hvernig 6-0 vörnin virkar á. Allt opið að Ríkurinn á vörninni hérna hann Valdimar. Þeir þurfa að vera aggressífir eins og Gummi sagði. Þessi sending. Slæm hendin uppi. Ívan fer í árásina. Skref. Já, tók hann einhver millihopp viljaði menn á svoleiðis þannig að. Já, ég held að það sé rétt. En þá er 6 marka fórusta. Þeir fara aftur í 7 menn. Og er að
leikmaður Davíð Stefán Reynisson sem er þessi aukamaður, hann á að skipta út að líka. Það er Sigurður. Sendingarnar ekki nógu góðar, þannig þetta er erfitt. Sendi í horni, Andri, Sigurður. Bjartur. Á sendingunum Valdimar, frábær varnarvinna. Sjáðu Daniel, hann neglir honum inn og skorar. Mjög vel gert hérna, hann er fljótur að hugsa. En frábær varnarvinna hjá Jóni þarna. Náði að slá boltann. 19-12. Þetta er að fara á framvörunum. Ég sýnist að Haukarnir séu búin að ná góðum tökum á þessu. Já, það er bara 12 mínútur búnar af þessu, það er nóg eftir. Já, ég veit. Sigurður upp og stöngin inn. Sigurður. Koma með gott mark. Sigurður ætlar ekki að gefast upp. Hann skorar annar mark sitt í leiknum. Og 13. mark Framara. Slekkur í fagnaðarlátum hjá Haukunum. F-fangarnir voru að rúlla yfir Gróttu annan. Já. Það er ekki 17-8 aflis. F-fangarnir ættu svona öllu leiknum að vera konir í 2-0. Og það Ívan, Adam, leysir innan Guðmundur. Tjörfi með skotið, það er laust og í stöngina út af. Og Þorgeir upp, Bjartur, finnur Sigur. Og er róað þetta niður, hér kemur 7. sóknarmaðurinn inn á. 9-13. Bjartur, Sigurður. Bjartur, Haukarnir konir hérna í 6-0 vörnina, þeir náðu ekki að skipta. Og yfir þetta fittan hjá Þorgeiri. Hendin uppi. Þetta skóð! Þvílík negla. Þetta var vel gert. Já, Valdimari. Nei, ég var Þorgeiri sig. Náðu hann undirhandarskot og lyfti honum upp. Ídrius átti ekki möguleika. Frábært skot. Þetta var mikilvægt fyrir þá. Þetta er aðeins 3. markið í seinni hálfleik og tæpu korteri. Já, það er búin að skora 2 í röð núna. Haukarnir 5 mörkum undir yfir og 16 mínútur eftir. Það er hellingur eftir þessu leik. Það var Tjörfi á Heimir. Skorar! Þetta þarf að vera dagur línumannana hjá Haukunum. Já, Tjörfi er að spila með þeim ótrúlega vel. Þetta er bara vel uppsett leikur hjá Gunna. Þeir eru að nýta sér stærðamenni. Línumennir eru miklu sterkari heldur en hornamennir hjá framvörunum. Hann lætur hornamanni leysinn og svo bara kemur ójafn leikur hérna þegar Tjörfi ræðist á og línumaðurinn er á hornamann. Nákvæmlega, Þorgeir yfir þetta fytuna. Kemur boltanum í hornið á Guðjón. Guðjón á Þorstein. Sigurður rótar niður. Þorstein fyrir árásina. Kemst fram í Andra. Já, Andri fyrir þetta svolítið í hann. Sigurður. Og upp í loftstillingur. Þorstein hátt yfir, enginn í markinu. Og mark! Gítrius Morgunas að skora í þessum leik. Búinn að skjóta 2 á markið. Skorar. Og kemur við 7 marka fórustu. 21-14. Haukarnir bara spila virkilega flotta vörn og það er það sem er að búa til það mun. Aftur reynir hann í... Undir skot henni í varnamann og aftur fyrir. Það er rétt. Þorgeir Bjarki með 5 mörk í þessu leik. Þorstein keyrir hérna framhjá, kemur boltanum í hornið á Andra. Andri skorar! Vel gert hjá honum. Lítið færi vel. Andri Björn Ólafsson. Stökk hann glæsilega út í teginn og sett hann. Annar mark hans í leiknum. Þá er síðan Framararnir verið að huga skiptingu, markmannsskiptingu. Daniel Þór Guðmundsson að gera þessu kláran eða hvað? Nei, það sést niður aftur. 15-21, Haukum í vil. Þá koma Haukarnir aftur. Sama kerfi aftur. Já, Hákon Daði leysir inn. Daniel upp. Ívan. Lendir í vandræðum. Brotið á honum. Var heppinn eiginlega á brotið á honum. Hann kom inn í sendinga þrótt. Hávaxinn maður, þetta er alltaf að hafa tækifæri til að senda boltan. Hann verður hann skýtur fyrir. Býtur við, hann verður þetta. Guðmundur skorar.
Auðvitað skaut hérna bara á 13 metrum en Guðmundur náði frákastinu og skorar fyrsta mark sitt í leiknum. Þetta skipta framvarðinum, markmann. Já. Það Daniel Þór Guðmundsson sem kemur í markið. Hann hefur átt nokkrar innkomur í vetur þar sem hann hefur lokað. Átt fína kafla, hann að framvarðin ætti að treysta það núna. Þeir þurfa á því að halda. Úff. Búið að brjóta á honum. Haukarnir að spila fantagóða vörn. Andri alveg ótrúlegur hérna fyrir framann. Frábær vörn hjá honum. Það var það Þorsteinn lendir í fanginu á Adam. Það var það Þorgeir. Boltan er út og kemur Þorsteinn. Sigurður í árásina. Kemur boltan Þorsteinn. Adam fengur oft í hann. Þetta er 2 mínútur á Adam. Klárlega. Já, þetta er rétt. Og víti. Já, þetta var víti. Þetta var svona... Það hafi verið sanngjarnt. Það er Mattías sem verður á punktinn. Já. Mattías Daðarsson. Gítur í þessu mótunum. Frábærlega gert hjá. Hann er silkibrúð. Hann er eins og Haraldur. Hann er sama ljósaklefa og Alli. Alli var ágætis vítaskipta líka. Nákvæmlega. Það er annar markið hans í leiknum. Elías Kuhn hérna í skyttuna. Svolítið stærðarmunur á skyttunum. Já. Einn þriði kom inn á. En Elli er ekki minni heldur en Ívan skal ég segja þér. Nei. Elli er stór. Það er alveg á hreinu. Og Elías. Og sjáu þið hann sendingin. Andri les þetta. Mjög vel gert hjá Andra. Hann las þetta. Löng sending, markið. Hann hittir ekki maður. Hann hittir ekki að Mattías. Tók þetta sveig. Boltinn. Það eru þó nokkuð skot búin að klikka. Og slæsa hann. Í dag, já. Þetta er eitthvað sem menn þurfa að æfa í nútíma handbolta. Þessi séns er að koma svo oft upp í leik. Já, nákvæmlega. Ég fór nú eina æfingu hérna í fyrir áramót í Haukum. Þeir voru að mynda að æfa þetta. Já, þetta er þetta klárt að það þarf að gera það. Hér kemur Daniel, hristir hann af sér. Heimir, sjáu Daniel! Það var ekki langt frá því að fá hann í bakið inn. Heppnist í byrju með þessu. En hann varði glæsilega frá. Já, frábær markaslag. Og sjáu Þorsteinn! Hann er kominn! Hann skorar sitt annað mark í leiknum. Það er ekki meiri það. Það var með fleiri mörk en hann minkar muninn. Já, þetta eru 5 mörk. 5 mörk. Heimir Óli hérna með dauðafæri á hann. Lífmarkmaður, aðeins minni og líklega þetta verður inni á Heimi eða Viktor inni, þetta verður þeirri hæð. Það var það Tjörfi, Daniel, Elías, tekur ekki skotið. Já, fiskar þetta. Sigurður lætur hann heyra það fyrir einhvern leikarskap. Já, en skipta ákvöðun upp hann í hálsinn á Ella, þannig að þetta var nú klárlega brot. Elli var nú ekkert að gera minna úr því. Nei. Bara nýtti sér reynsluna þarna og stóða þetta með göngkastið. Þeir fengu 7. manninn inn á hann, en það var dýrmætt. Það var Elías aftur. Tjörfi, Elías, Daniel upp, hætti við. Tjörfi, Elías, allt opið fyrir Elías. Og hann skýtur að vel varið. Og loka markinu til drengurinn, þetta er gaman að sjá. Já, vera hann að 2 röð. Já. Hvað gerir Þorsteinn? Kerur markið og skorar! Já, þetta er frábært að sjá. Þorsteinn. Þetta er það sem hann á að gera. Hann er góður í þessu. 18-22. 4 marka munur. Voru 7 mörkum yfir, sko, eitthvað Gunni hefur að segja. Strákarnir mínir, hei, hljókum aðeins á, við erum að koma núna í færi, 2 síðustu færi eru fín. Höldum áfram í hopp, hoppið í blokkina. Ekki ólega þess að það rjúka svo langt út. Hlusti, ef að rjúkur út,
Dragðu það aðeins frá og komið einn og einn. Horn vinstri, líka. Tjörfi hlustaðu. Svo tökum við líka Júka vinstri, Tjörfi byrjar á miðju, Danni kemur, fáðu þrýstin út, Heimir rykkir undir. Stiflum áfram. Júki vinstri sem að þú byrjar á miðju og Horn vinstri. Höldum áfram aðeins þegar sóknarlega gefum okkur tíma og þeir keyrum tilbaka. Tjörfi keyrir niður á 6 metrana, vinnum okkur þaðan út, höldum þéttleikanum. Við keyrum til núna. Skiptir á. Skipti, Tjörfi kemur ógeðslega breytt og rússa með Heimir á litla umferð. Það er líka bara Horn. Já, þetta var mikið skeggrætt þarna og er alltaf að reyna að taka hérna Júka vinstra megin. Já, Tjörfi vildi halda áfram að gera hornakerfi sem hefur gefið þeim fín færi og ekkert skrítið að vilja gera það, en að spurning hvernig... Þeir voru að koma svolítið mikið út úr öllum. Finna sig út úr í. En munum hvernig 4 mörk, 10 mínútur, það. Já. Þetta er leikur að þá. Þetta er enda leikur, það var 7 mörk eða voru 16 mínútur eftir. Það var 10 mörk, 10 mínútur eftir, 4 mörk. Nóg tími fyrir framarana. Við fáum þessa markvörslu áfram og þá er allt til í þessu. Það kemur Hákon leysir inn. Heimir keyrir inn og fær auka kast, brotið á honum. Já, ég hef nú haldið að þetta var annarkvort á brota á Heimi eða bara leyfa þessu fara. Bara markaðar unningur. Ég skil ekki. Þetta er í annarskið sem er flaut að stemma og sé hvora megin að vísu, þannig að það jafnast kannski út. Já. Það ræðir hérna við leikmennina, sjá hvað verður úr þessu hérna aftur. Það er Júkan sem kunni. Júki, Elías, allt opið og stöngin inn í Elías Már. Allt á sinni, andarmarkið hans í leiknum. Mikilvægt mark sem Elías að skora hérna. Ótrúlega drjúgur og góður. Þarna kemur inn varnarlega. Lúðvík kominn inn á. Þá koma Þorgeir, stóðar í skrefinu. Þorsteinn, kemst þarna framhjá, Andri inn í horninu. En Gítrius, verður þetta. Gítrius Morgunas með 13 varða. Allt opið í horninu hjá Guðmundi. Ætti við. Við róa þetta niður. Við skipta hérna tveimur inn á Elías og Tjörfi kom inn á fyrir Adam og Andra. Og reynaðar aftur, vantarlega sama kerfi. Ellert að prófa að gekk upp aðan. Þorsteinn Gauti rauk út aðan og fyrir ekki opnaðist svolítið. Hann fyrir ekki slátt núna. Nei, allt opið. Danielsi. Já, fín vörð hjá Sigurði. Þetta bara stóð hann rétt og fer í skothendina. Virkilega vel brotið. Vel gert hjá honum. Þurrkar gólfið. Fimmmarka munur, 22 mínútur liðnar, 8 mínútur eftir. Það er mikilvægt sókn fyrir aukamenn hér. Komar aftur. Ára Elías með frábæra sendingu. Og lína heimála, þetta er klauvalegt. Þetta er klauvalegt hjá hann, hann hefði allt pláss í heiminum hana. Eftir Elli hafði ekki alveg opnað fyrir honum. Þorsteinn keyrir hérna inn í mörðuna. 2 mínútur. Andri lendir eitthvað aftan á að mati dómarana. Hrindir eitthvað. Þetta var nú eitthvað svo oft, fannst mér. Þetta var mjög soft. Já, svona við það sem hefur í gangi í leiknum. Já, annar önnur brottvísun hjá Andra Heimi í leiknum. Og aukarnir einu fari hérna stjörnmyndar. Þetta er lykil tækifæri fyrir framaruna að komast inn í leikinn. Og sjáu frábæð settingar Valdimann á boltanum. Og vítakast. Og dæmt víti. Allt og þröngt færi, einu fleiri sem að fara þann inn en Valdimann grimmur sækir hann að boltan og fær vítakast. Já. Þetta var ótrúlega vel gert. Við skipta haukarnir markmann, Gítrius fer af melli og Greta kemur.
Já, Gretar Ari kemur inn á mjög öflugur markmaður og það Matthías Daðason og hann gerir nákvæmlega sama ískaldur á punktinum, nákvæmlega sama virkilega vel gert alveg svíti hjá honum og skorar 4 mörk og þeir reynu fleiri 1,5 mínútu, núna þurfa þeir að loka einni vörn. Þeir komast í stöðinni 22 18 tóku Haukarnir leikhlé. Þannig að núna þurfa þeir að fá stopp og skora í bakki á þeim til að setja meiri press á Haukana. Já, kemur Jukki, Tjörvi, Elías, Daniel, erfið sending, Tjörvi. Daniel fær flugbrautina hérna og skorar. Þetta er ofgott færi. Já, þeir voru að horfa á boltan, leikmenn fram, tók ekki eftir Daniel kom á ferri þarna, náði skoti mjög og mikilvægt, vel gert hjá Daniel. Ótrúlega mikilvægt mark hjá Daniel hérna. Þetta eru öll mörk mikilvægt. Og Þorsteinn og hann svarar þessu leið og Þorsteinn Gauti. Virkilega flottur strákur. Fjórða markið hans. Fjórða markið hans leiknum. Það er að stíga upp núna. Já, hann var með 1 mark í fyrra hálfleik, komið 3 í seinni. Og þá kemur Gítriús út af Guðmundur Árni, kemur inn á í hornið. Þeir eru einu færri þannig að þeirra. Það er óvættan yfir, já, það er þetta að nýta sér eins mikið tíma og þeir mögulega geta. Tjörvi, Elías, Daniel í stöngina, þetta var Guðmundur aðeins farinn. Og Daniel óheppinn hann og með 4 mörk í leiknum. Andri komin inn á aftur. Þessi sending á... Sérðu Valdimar? Já. Reif hennar bolta með frekjunum maður. Hann bara ruddi mönnum frá og skoraði. Tveir og hérna Haukamenn fyrir honum. En hann bara reif þetta til sín og skilaði þessi markið. Já, frábært markið og 3 marka fórusta. Mark og rúma 5 mínútur. Hér og það eru, 5 mínútur eftir. Þetta verður naglbítur hér. Síðust minnar, alveg ljóst. Það er hver sókn. Mikilvæg núna, það er á hreinu. Hanna. Tjörvi á Jón skorar! Jón er að nýta sín færi frábælega. Jóhannsson með 7. mark sitt í leiknum. Enn eitt markið úr þessu hornakerfi þeirra. Hann er búinn að skjóta 8 sinnum á markið á Jón. 6 mörk. Frábær leikur í honum. Þá er það Lúðvík. Þorsteinn keyrir þetta framhjá. Hann er óragur og ósér hlífinn. Gaman að sjá hann. Hann er alveg sama þó að sé aðeins landi í hann. Þorgeir gerir þetta vel og Jón Þorbjörn tæpur hana. En sleppur. Þorgeir beygði sig það mikið, hann náði ekki í hann. Þorsteinn og hér er Daniel ítið frá hann aðeins. Ég finnst þetta á og hefur bara þurrkað gólfið. Róa þetta aðeins niður. Daniel fór hann mjög harkalega í Þorsteinn Gauta. Fjórar mínútur cirka eftir 4 og 8 sekúndur. Valdimar gerir þetta, Lúðvík kominn hérna. Búinn að spila margar sóknir í þessu leik. Fer í árásina, tekur skotið og skorar! Lúðvík Örgelsson kemur upp á þurru hérna. Daniel alltaf flattur á hann. Og hann bara hamrar í gegnum hann. 28 markið þetta. 3 marka munur aftur. Innan við 4 mínútur eftir. Það er alveg magnað að sjá framliðið. Þeir eru að gefa þeim virkilega góðan leik þráttur af Vandi, Arnarbyrki. Það er sterkur sóknarmann, þannig að þeir eru til alls líklegir í 3. leik ef til kemur. Og Tjörvi, hann skorar! Reynslan. Það var sama þarna. Varnarmennirnir alltaf flattir og biðu. Og það var Þorsteinn, hann fyrir að árásina út í hornið. Og mark! Þetta var vel gert, þetta er það að gera, keyra á. Og 2 mínútur á Hákon. Hann stígur hann inn í hornamanninn. Þetta eru dýra 2 mínútur. Fyrir að stíga eitthvað aðeins inn í hann. Sjáum þetta ekki alveg. Þeir eru að fara að taka úr umferð. 2 leikmenn. Þetta geti verið fljótt að fara þessi borta. Sérstaklega er þessar 2 mínútur. Taka Tjörva út. Já. Eða
hvað? Nei. Jú. Hann er sendur á hann. Hvað er að gerast núna? Sissi stoppar þetta. Dómararnir hafi fundur. Það er blóð. Hann verður að frúta. Þú eiga að vera klár með plásturinn í vasan. Þetta er, já. Já, hann kannski fær hérna bara kærkomna hvíld fyrir næstu sókn. Já, kannski, en Bjartur er ekki síðri varnarmaður. Hann er bara svo mikilvægur leikmaður þessi strákur að það má ekkert vera hvíla á sig. Nei, Tjörfi tekinn alveg úr umferð hérna. Spurning hvernig inn á að stýra þessu. Elías verður að stýra þessu eitthvað. Og Jón styttir sér leið. Þessi sending, þetta er ólögt. Nei, hann verður að taka lína. Hann verður að taka það inn í tegnum. Já. Þannig að þetta var rándýrt mark. En 2,5 mínútur eftir, 3 marka fórust á Hauka. Ná Framarar að minnka munni 2 mörk hérna í þessari sókn. Við sjá hvað það gera. Já, frábært mark og Jón rífur þetta niður hérna. Frábær markvarsla Gítrius Múlkunars. En gott færi á Þorgeiri. En Gítrius sannlega betur enginn í markinu eins og Bjarni Fel sagði. Og Jón Þorbjörn, höfðun herrin, flestir hann inn á. Þannig þeir svo í kringum hann. Svo var að taka frákast í körfubolta bara. Já. Hann komaði aftur. Engin markmaður hjá Haukunum. Það gæti orðið dýrt fyrir þá. 2 mínútur eftir. Daniel, Elías setti við. Þórður, Daniel, Elías, leikleg, Gunnar tekur þetta hárrétt augnablikki. Við vorum að fara að missa boltana en það er spurning hvort hann hefði mátt vilja eiga þetta leikli inni hérna. Aðeins lengra. Slökum á. Ok, allir rólegir. Það er verið að plúsa Tjörfa. Hann á Tjörfi bara í skiptingunni, Tjörfi verður á hreyfingu. Nonni, Berti hérna hjá Ella. Berti hjá Ella. Nei, 2 og 3. Elli breytt. Danni, kóttu í óknun, reynda að fá þrýstin aðeins í þig. Elli, kóttu passa, Hokkamar kom ekki inn í sendinguna. Skoðaði Nonna í gólfið. Tjörfi hleypur út af, hann er komið með. Stakkum svo eftir, ef það kemur eitthvað hennar framlíkjandi á setur auka mann, þá slökum við bara á hreyfum boltan í yfirtölunni, þá er auka maður. Það var núna 30 sekúndur í mannin, við þurfum að fá nokkuð fríkostnað að sækja á markið. Höldum maðurinn, það er betra að fá sókn í bakkið, eitthvað hraðablöð. Það hugsaðu það líka. Höldum okkur. Já. Gunni kom að það mjög miklu skilabóðum á stöðum tíma, það myndi maður með reynslu. Já. Hann leggur þetta bara vel og skýrt fyrir sína leikmenn. Góðan boltar að vinna Jón hann. Tjörfi kliftur út, þannig að það er Tjörfi sem skiptir við markmanninn eða þeir skildu missa boltan eða vera líklegir til að vera í skot. Já. Tjörfi, hann fer í færi. Þórður, Elías. Hendinni komin upp. Það verður að skjóta. Já, 1,5 mínútur eftir. Elías með gríðarlega mikilvægt mark. Hann klárar þetta. Elías Már Halldórsson með 3. markið og þeir hlaupa hérna á hvort annan. 27. markið. 1 mínúta og 15 sekúndur eftir á leiknum. 4 mörk, er þetta ekki of mikið? Jú, þetta er Andri, já, sleppur hann vel, lendi aftan á Þorsteini. Stegi hann að hægri fótinn aðeins fyrir hann og reynda svo að fiska ruðning, en hann fekk ekkert út því. Haukarnir hafa fengið að spila rosalega fast og það er það sem þeir vilja og það er náttúrulega það sem búið að spila eins fast og dómararnir leyfa. Já, og línan er búin að vera mjög á þessu leik. Þorsteinn með skot í stöngina. Andri nær ekki þessu bolta. En Gítrius varðan. Já, Gítrius varðan. Hann þykist ekki að vara hann, en flestu tilfellum viljum við fá. Hann tekur það eftir. Já. Það er Þorgeir með sending á línuna, en Þórður, boltinn í hornið og mark! Það er Guðjón. Það er ekki nema 43 sekúndur eftir. 3 mark, það er alltaf mikið. 27, 24, 30 sekúndur eftir. Guðmundur á Elías á Jón að korra leiksinn, já! Jón Þorbjörn Jóhansson með markið og Gítrius ver 16. skotið sitt. Þórður 15 sekúndur eftir. Við erum að fara í 3. leik í Ásvöllum. 1-1 í þessari einvígi. Haukarnir búin að klára þennan leik
Elías skýtur framjá, hann skiptir ekki máli. Sekúndarnar líða og leikur lokið. 28-24. Flottur sigur hjá Haukunum en frábær barátta hjá Frömmurum. Við ætlum að fara í viðtölan, það fara alls ekki langt. Þessi skoðar hérna. Já, þetta er flottur leikur, sérstaklega Jón Tjörbjörn. Hann er með 7 mörk í leiknum, markahæstur Haukamanna, en Gídrius var þeirra besti maður að mínum mati með 16 skot varinn og hreinlega lokaði markinu. Viktor með 10 skot varinn, Daniel 3 og Þorgeir er markahæstur hjá Frömmurunum. Hann er með 5 mörk og síðan er Þorsteinn Gauti með 4. En mjög góð sigur hjá Haukunum. Þeir fengu að spila sína vörn, þeir voru virkilega fastir fyrir þetta að finna fyrir sér. Andri mjög